Þá er komið að 5. liða dagskrá menntastefna Akureyrarbæjar endurskoðun til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, Ari bæjarfulltrúar, þetta er liður 5 í fundargerð fræðslu og lýðheilsuráðs, dagsett 28. janúar 2026. En í dag ræðum við hér nýja menntastefnu Akureyrarbæjar. Þetta er stefna sem markar skýra framtíðarsýn fyrir börn, ungmenni og starfsfólk í okkar öfluga skólasamfélagi. Þetta er búið að vera ánægjuleg vinna og þetta er verkefni sem búið að standa yfir mjög lengi og þeim er ánægilegt sem formaður fræðslu og lýðheilsusviðs að kynna þetta hér í dag. Menntun er hornsteinn samfélagsins og mótar framtíðina, eykur lífsgæði og skapar tækifæri. Með nýrri menntastefnu erum við að leggja áherslu á heildstæða nálgun þar sem velferð, nám, félagsfærni er alltaf haldast í hendur. Við vitum að árangur í námi byggist ekki eingöngu okkur bóklegri þekkingu, heldur einnig andlegri og líkamlegri vellíðan, jákvæðum samskiptum og traustu umhverfi. Menntastefna Akureyrar byggir nefnilega á skýrri sýn. Að öll börn og ungmenni á Akureyri fái tækifæri til að blómstra hvert á sínum forsendum og við leggjum áherslu á fjölbreytta kennsluhætti, snemmtaka íhlutun, öfluga stoðþjónustu og markvissa eftirfylgni. Við viljum að skólarnir okkar séu leiðandi í nýsköpun, skapandi starfi og nota fjölbreytta kennsluaðferðir sem mæta þörfum nútímans. Við leggjum ríka áherslu á lýðheilsu hér í bæ. En með samþættingu fræðslu og lýðheilsu erum við að styrkja grunninn af farsæld barna sem þýðir aukin áherslu á hreyfingu, geðrækt, forvarnir, jákvætt skólaumhverfi þar sem allir finna að þeir skipti máli. Samstarf er lykilatriði. Samstarf við foreldra, samstarf við starfsfólk, samstarf við íþrótta- og tómstundafélög og samstarf við atvinnulíf bæjarins. Menntastefna verður aldrei sterkari en samfélagið sem stendur baki hennar. Við ætlum svo sannarlega að halda áfram að hlusta, þróa og bæta menntastefnuna. En kæru bæjarfulltrúar, forseti, með þessari menntastefnu erum við ekki aðeins að setja orð á blað eins og svo mörgum stefnum. Við erum að taka afstöðu til framtíðinar. Við erum að fjárfesta í mannauðnum okkar, börnunum okkar og samfélaginu öllu. Ég er afar stoltur af þeirri vinnu sem unnin hefur verið. Fullu bjassinu að sameiginlegu átaki munum við sjá enn sterkari skóla, aukna vellíðan og betri árangur á komandi árum. Við skulum halda áfram að gera Akureyri að fyrirmynda samfélagi í menntun og lýðheilsu. En fræðslu og lýðheilsuráð samþykkti að endurskoða menntastefnu og vísaði málinu áfram til bæjarstjórnar hér til samþykktar. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, við erum svo sem nýbúin að eiga langa umræðu menntamál bara í haust að mig minnir og ýmislegt sem ég kannski kom inn á þar sem að ég ætla kannski ekki endilega að endurtaka en sumt kannski í þessari stefnu sem er kannski ekki alveg, rýmar kannski ekki alveg við það sem að ég rætti þá. En það er mjög margt gott í þessu plaggi og langar bara sérstaklega að leggja áherslu á að hér er talað meira foreldrasamstarf sem að ég tel að þessi greiðlega mikilvægt og hér er talað þverfaglegt teymi sem sinnir sérfræði þjónustu og stuðningi sem ég tel einnig mikilvægt til að styðja við kennara í þeirri vinnu. Menntastefna er gríðarlega mikilvægt plagg og það er hlutverk okkar bæjarstjórnar að vinna að stefnumörkun og samþykkja hann í plagg. Þannig að fyrir mitt leyti þá hefði ég kosið að bæjarstjórna þetta ekki vinnufund og farið aðeins yfir þetta plagg þar sem við fengjum tækifæri til að spyrja sviðsstjóra og starfsfólk sem að vanna þessu plaggi og fá tækifæri kannski til að koma með ábendingar og okkar áherslur og við vissulega fengum tækifæri til að senda inn ábendingar í ekki kannski samráðsgátt en í einhvers konar samráði með stefnuna sjálfa en ekki aðgerðaáætlunina. En aðgerðaáætlun er náttúrulega það sem skiptir mestu máli, stefna er stundum bara orð á blaði.
En ég sendi samt sem áður inn 2 ábendingar inn í stefnuna og það hefur dálítið með fyrsta lagi með grunnfærni að gera. En í stefnunni segir, með leyfi forseta, jafnframt unnið með samþættingu námsgreina og heildstæða nálgun í námi. Ég velti því bara fyrir mér hvort að við ættum samt sem áður að leggja frekari áherslu á læsi, íslensku, náttúrufræði og stærðfræði, fara aðeins aftur í grunninn og undirbúa nemendur betur fyrir frekara nám. Ég hrifin af samþættingu en hún má ekki koma niður á grunnfærni og yfirtaka allt skólastarf. Og ég mætti í ráðstefnuna eða samráðsgrundvöllin í HA, þar sem að skólasamfélagi og fólki í sveitafáli var boðið að koma og ræða þessi mál á borðum. Og þar komu til dæmis 2 kennarar, annar sem fluttur upp flutt sig upp í framhaldsskóla og annar að kenna á unglingastigi og þau komu sérstaklega til að ræða að við ættum að taka aftur upp sérgreina kennslu á unglingastigi. Og annar stærðfræðikennari á unglingastigi í framhaldsskóla og sér bara að það þarf miklu betri grunn í stærðfræði. Þannig mig langar líka bara að taka undir þetta að við horfum aðeins til þess að fara aðeins í grunninn aftur og hugsa hvort við hafum gengið of langt í þessari samþættingu og teymiskennslu. Ég sendi inn annan punkt en það að ef stefnan og einnig innihalda óformlega menntun eins og frístund- og félagsmiðstöðvarstarf að þá sé mikilvægt að hún sé skilgreind sérstaklega og öðrum forsendum en hefðbundin og formleg menntun þar sem markmiðin eru gjörólík og það eiginlega hægt að lesa dálítið í gegnum stefnuna að þetta starf sé komið þarna inn til að styðja við skólastarf en ekki að koma þarna sjálfstætt inn. Þannig ég töluvera áhyggjur af þessu. Það nefnt einnig í stefnunni sem var einnig í fyrri stefnunu og það með leyfi forseta, skapandi hugsun, tækni og verklegu greinum gert hátt undir höfði til að styrkja tengingu hugar og handar í skólastarfinu og ég var mjög ánægð með þessa efnisgrein í síðustu menntastefnu líka og sakna þess að sjá ekkert þetta í aðgerða áætlun. Getum við gert eitthvað í skólunum til þess að bæta kennslu í tækni og verklegum greinum? Hvar stöndum við þar? Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn í bæjarstjórn og lét gera könnun verklega kennslu í grunnskólum sem og var gert en niðurstöðurnar voru því miður aðeins bjagaðar að því að sumir skólar höfðu tekið valið með en aðrir ekki. Þannig að þetta voru í rauninni ekki niðurstöður sem við gátum unnið með. Þannig að þetta eitthvað sem ég hefði vilja að við hefðum skoða betur. Og í stefnunni ekkert íslenskukennslu eða inngildingu. Og ég held að þetta væri bara umræða sem væri gott að taka. Við vorum með móttökudeild í Oddeyrarskóla en fórum í þessi kallast ISAT-kennsla. Og það var bara mjög áhugavert að heyra bara í kennurum hvernig þeim finnst það ganga að fá nemendur beint inn í bekki. En síðan komum við að aðgerðaáætlunni og ég með nokkra spurningar þar. Aðgerð 1, það talað framfara kvarða sveitafélags í stærðfræði, læsi, náttúrufræði og tungumáli sem hluta námsmatsstefnu sveitafélags. Og ég átta mig ekki alveg á hvað átt við með þessu? Við þá að tala að við ætlum að búa okkur til sér námsmatsferil innan sveitafélagsins þar sem við ætlum að meta stöðu krakka í þessum greinum eða snýr þetta því að búa til einhver gæða viðmið til að hjálpa kennurum að hæfni meta nemendur. Ef þetta snýst það, þá þetta gott að blessa, en ef þetta snýst að við ætlum eitthvað sérstaklega að fara að meta nemendur sér þá myndi ég nú leggjast gegn því og við myndum bara heilsugur styðja nýjan námsmatsferil þar sem við getum séð stöðu barna. Þannig að ég óska eftir svörum þetta. Síðan aðgerð 7 sem ég mjög ánægð með og það þverfagleg sérfræðiþjónusta styður við fagfólki í skólum. En
það segir ekkert mælanleika viðmið og enginn sem ber ábyrgð á þessum þætti. Að ég held að þetta sé bara gríðarlega mikilvæg þáttur að við búum til þetta þverfaglega sérfræði þjónustu teymi sem getur komið og gripið inn í ef þarf. En við setjum ekki frá okkur aðgerðaáætlun sem enginn ber ábyrgð á þeim þætti. Þá býst ég við að hann verði ekki veruleika. Síðan aðgerð 12, tengsl við atvinnulíf og samfélag sem mjög góður punktur inn í aðgerðaáætlunina en enn aftur engin ábyrgðarmaður með því verkefni en samt sem maður talað að mælikvarðinn sé að vinna einhver 3 verkefni ári en það kemur svo sem ekki fram hvort það sé í hverjum skóla eða þvert á skóla. En þá komum við að öðru atriði sem að ég hef sterkar skoðanir á og það valið okkar. Og hér þess að tala að tengja íþróttafélög, frístundastarf og tómstundir betur inn í skólana, til dæmis með valgreinum. Og ég hef rætt þetta dálítið við foreldra í bænum og þið sem eigi börn í skóla hafi kannski kynst þessu, að börnin okkar eru í skólanum fyrir 8 til cirka 3 upp í svona 7. bekk. En á unglingastigi, ef þú ert að æfa íþróttir, þá færðu 2-falt val metið og þau að koma heim 1 næstu alla daga vikunar nema 1. Þannig að ég held að bara unglingastigi sé bara orðið allt of létt hjá okkur og við þurfum aðeins að skerpa aðeins á hvað við erum að gera á unglingastiginu og finnst ekki eðlilegt að þau geti nánast bara alveg valið sér frá valgreinum. Valgreinar eru til að skerpa einhvers konar menntun, auðvitað menntun í gegnum íþróttir en þú getur fengið 2-falt val í gegnum íþróttina þína og svo getur í gegnum valið pílu eða badminton eða eitthvað þar fyrir utan að þá held ég við verðum að setja meiri metnað í valið okkar. Það bara mín skoðun. En hér líka talað frístundastarf og tómstundir komi inn í valgreinarnar. Þá velti ég fyrir mér þá pælingin að það klúbbastarf sem fjall niður þegar félag fór inn í grunnskólana, hvort að það eigi þá að taka inn í gegnum valið núna. Og mér finnst það frekar einkennilegt. Og þannig að þetta eitthvað sem að þarf að pæla sérstaklega í. Síðan það önnur aðgerð sem ég hef bara viljað út og það aðgerð 2 þá undir skólar á Akureyri og það að 80% kennara fá áhorf og leiðsögn árlega. Og ég velti bara fyrir mér hvernig að útfara þetta. Erum við að fara að ráða einhvern sem hefur það þá starfi allt árið að sinna þessu? Að ég held að einn aðili myndi ekki einu sinni komast yfir þetta á einu ári og hver það sem hefur þá sérfræði þjónustu að geta farið inn í tíma og sagt kennara sem 5 ára háskólamenntun og sérfræðingur sínu fæi að hann sé ekki að gera hlutina nógu vel. Ég tel miklu betra að við fylgjum bara námsmatsferli, lesferli, við metum hvernig börnunum okkar gengur og bregðumst við því ef að þeim gengur ekki nógu vel. Ég veit ekki til þess að við séum að sinna svona eftirliti með þroskaþjálfum inn á þjónustukjörnum, með málarstjórum inn í velferðarsviði, þar sem að við erum að senda starfsfólk inn á skrifstofuna þeirra og skoða hvernig þau eru að vinna málin. Við metum afrakstur. Mér finnst að við eigum bara að gera það og mér finnst þetta bara að vera pínu vanvirðing við kennara að ætla að gera þetta svona. Þetta eru sérfræðingar. Við eigum að styðja kennarana. Ef þeir leita eftir leiðsögn þá eigum við að hafa teymi til að hjálpa þeim. Við eigum að hafa starfsmannaviðtöl þar sem við getum þá rætt við kennara ef það eitthvað sem þarf að bæta. En ég veit bara ekki hver á að vera þessi sérfræðingur sem kemur inn til sérfræðingsins og segir honum að hann sé ekki að gera það nógu vel. Og það segir að ábyrgðarmaður sé skólastjóri eða gæðaráð og ef ég skilda rétt þá gæðaráð myndað innan hvers skóla. Þá samkennarar að fara að meta hvern annan inn í skólastofunni? Það pælingin? Eða skólastjóri að fara inn og meta kennarana?
Þannig að ég held að við erum bara að passa þetta rosalega vel, styðja kennarana en ekki anda ofan í hálsmálið á þeim. Þannig þetta voru nokkrar spurningar sem ég óska eftir svörum við. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Ágæti forseti bæjarstjórnar og aðrir góði bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúarum Heimi Erni fyrir góða framsögu í málinu og gera grein fyrir því og ásamt og þakka bæjarfulltrúarum Sunnu Hlín fyrir yfirgripsmikla og góða ræðu menntastefnuna. Ég persónulega upplifi umræðuna menntamál og svona það sem við erum að ræða hérna í dag og menntastefnu svolítið svona sem svo litla áskorun fyrir mig persónulega. Ég er ekki hvergi nærri sérfræðingur í menntun barna og menntamálum. Ég er hins vegar foreldri 2 grunnskólabarna. Þannig að það sem ég ætla að segja hérna í dag er bara með svolítið fyrirvara það hvernig ég sem foreldri og náttúrulega bara íbúi hérna í bænum svolítið hvernig svona mín upplifun er af því að lesa þessa loka útgáfu af menntastefnunni til 31. Því að á yfirborðinu þá virðist vera að ræða bara ítarlegt og metnaðarfullt skjal og þegar maður kemst áfram í lestrinum að þá svona sér maður að það er tekið á mörgu og það eru fögur fyrirheit og á ýmsu tekið og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar áðan að það er mjög margt gott í þessari stefnu. En ég ætla kannski aðeins að tala hvers ég sakna í stefnunni. Stefnan sem við erum hérna með fyrir framan okkur, hún boðar það að börn skuli hafa heiminn að fótum sér en ég á svolítið erfitt að sjá það raungerast þegar það blasa við aðkallandi vandamál sem tæpast er minnst á í allir stefnunni og ég ætla kannski að taka svona 3 dæmi. Í fyrsta lagi er það læsið og þótt að stefna minnist á til dæmis markvissa vinnu með málurinn við leikskólanum þá finnst mér skorta algjörlega skýra umfjöllun fyrir þann fjölda barna sem útskrifast úr grunnskólum í dag og Akureyri þar ekki undanskilin án fullnægjandi lestrargetu og skilnings eins og ýmsar kannanir og rannsóknir sína fram á. Stefnan fjallar vissulega talsvert stafrænt læsi og hún fjallar að stefna því og hún felur í sér að með leyfi forseta að gervigreind þurfa að vera í sífelldri endurskoðun sem er gott og blessað en við megum ekki gleyma því að án grunnlæsis í móðurmálinu okkar og nýtist tæknin tæpast til þess sem við ætlumst af börnunum okkar. Og þess vegna sakna ég verulega umfjöllun og áherslu stefnunar á þessa grunnfærni og tek þannig undir orð bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar áðan á basan, á grunninn. Í öðru lagi sakna ég þess verulega úr þessari stefnu að það sé tekið á málefnum drengja og stúlkna í stefnunni. Hvar er til dæmis einhvers konar greining eða umfjöllun á báristöðu drengja í kerfinu okkar sem ég held að sé staðreynd og þurfa ekkert að hafa mörg orðum hér til að bæta nokkur við. Hvar eru sértækar aðgerðir til að mæta vaxandi kvíða og versnandi líðan stúlkna? Stefnan tala vissulega farsæld barna og sem aftur á er vel, en ég held að án markvissa aðgerða sem taka mið af ólíkum þörfum kynjana er hætt við að notkun stefnunar á þessum hugtökum verði lítið annað en orð á blaði. Í þriðja lagi langar mig svo aðeins að koma inn á margumtalaðar starfsaðstæður kennara. Það er atriði í stefnunni og aðgerðaáætluninni sem lítur að því sem bæjarfulltrúi Sunna Hlín var að tala hérna áðan og ég tek heilshugar undir það. En í stefnunni segir að hér í skólum Akureyrar starfi fólk með mikla reynslu og þekkingu og að fagleg fórust eða knýja áfram stöðugar umbætur. En fátt ef eitthvað í þessari stefnu finnst mér gefa vísbending það hvernig eigi í raun að leiða fram þessa stöðu umbætur. Því án fjármagns og skilgreindar aðgerða er aðeins aukið álag og kennara ræða að mínu mati. Mér finnst við þurfa raunhæfari stefnu sem horfist í augu við vandann og reynir að takast á við hann. Því að við getum hvorki boðið börnunum okkar
né framúrskarandi starfsfólki skólana upp á stefnu sem skautar fram hjá grunnstóðum í nafni framsækni. Ég ætla svo bara aftur að ítreka það sem ég sagði þetta í upphafi. Þú veist, ég að nálgast þetta bara sem íbúi, sem foreldri. Ég hjó eftir orðum bæjarfulltrúans heimisinn í upphafi sem vel að þú veist, vinnan við gerð stefnunar var mánarleg og ítarleg og fagleg. Endurtek aftur, þú veist, það sem hún hefur að geyma mjög gott, en þetta það sem ég finnst vanta upp á. Og mér langar svona í rétt í lokin að taka svona, þú veist, þegar maður fer í svona smá svona orðatalningu, orðið læsi kemur 3 fram í stefnunni. Orðið lestur kemur aldrei, orðið starffræði kemur aldrei, hugtökin STEM eða STEAM aldrei, og list og verkefnaumfjöllun fær eina setningu. Ég hef lokið málum mín. Það er bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég þyrfti nú að fá spurningar frá bæjarfulltrúar sem skriflegar, þar sem þær voru hátt í 15. Þó að ég sé nú með gott minni, þá get ég ekki munað þær allar, en ég man svo sem nokkrar. Það var ein í lið 1 framfarakvarði sveitafélagsins. Ég bara verið að meina að taka bara skólan hér innan bæjar og meta þá eftir matsvelin sem að er að koma frá námsgagnastofnun. Þannig að varðandi þetta innleitt með 80% innleitt, ég hef nú tekið þátt í þessu sjálfur, bara sem deildarstjóri og kíkt inn í innleitt og við vorum bara að gagnrýna á hvað fá vel og hvað við geta gert betur í kennslustofunni, hvort að deildarstjórar eða sérfræðingar koma og gera þetta. Ég get ekki séð að það sé ykkur last á starfi kennara þegar maður fái heimsókn frá einhverjum fulltrúa, hvort þessi deildarstjóri einhver út í bæ og taki út kennsluna og ræða það sem er gott og hvað maður þetta betur fara. Ég held að hafa allir gott af því í öllum störfum á landinu. Þannig að ég get ekki séð neitt neikvætt í það og tók þátt í þessu sjálfur með þessa. Ég man nú ekki mikið fleiri spurningar. Að sjálfsögðu er örugglega eitthvað mögulega hægt að gera betur, en ég svona velti svolítið fyrir mér. Við tókum þetta fyrir gríðarlega oft í fræðsluráðinu til umræðu, fórum yfir allar aðgerðir og allt saman og bara mjög ánægður með samstarfi í fræðsluráðinu. Virkilega flotti fulltrúar, hér með bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson til dæmis. Þar ræddu þetta fram og tilbaka og held að bara almenn ánægja með vinnuna. Og ég satt þarna marga fundi í vinnuhóp líka sem voru mjög margir fulltrúar, komu margir gestir og örugglega hægt að bæta eitt og eitt atriði inni, en í heildina finnst mér þetta afar góð stefna og mikið aðgerðum sem eru raunhæf, hægt að koma í verk. Og ég held ef að bæjarfulltrúi Sunna sendi skriflega spurningar á sviðsstjóra fræðslu og lýðheilsusviðs og formann, þá munum fá skýr svör við þessum fyrirspurnum. Þannig það er svona mín svör við þessu. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja á að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir að leggja fram þessa stefnu og kynna hana, og það er augljóslega búið að leggja í hana mikla vinnu og hún er fagleg og yfirgripsmikil. Bæjarfulltrúar Sunna Hlín og Sindri komu líka með marga góða punkta og það sem ég kannski tek út úr þessari umræðu er að það væri kannski að senda hvatningu til skólasamfélagsins okkar að mögulega skerpa á eða hugleiða þessi brýnu úrlausnarefni sem eru til staðar og voru nefnd hérna, og reyna að veita okkar starfsfólki, kennurum og öðrum tól og tæki til að fást við þessi brýnu viðfangsefni. Og svona til dæmis þessi 3 svið, ef við má kalla það sem að bæjarfulltrúi Sindri nefndi, þar að segja læsi,
og svo staða og líðan drengja og stúlkna og svo starfsaðstæður kennara og annars starfsfólks. Bara, ég segi bara jákvæðan hátt að ef við getum hjálpað okkar fólki að glíma við öll þessi daglegu viðfangsefni sem eru aðkallandi og brýn að þá það jákvætt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla bara að minna á að við erum að fjalla hérna mjög mikilvægt plagg. Á síðasta kjörtíðanbili þá satt ég í UMSA sem dæmi og hérna við bæjarfulltrúi Jana og þá var verið til dæmis að klára umhverfis- og loftslagsstefnu þar sem að bæjarstjórn og UMSA tók vinnufund saman og ræddi skýrsluna og þá frestað að innleiðina og fari betur í vissa þætti og það þykir mér bara vinnulag sem að við eigum að tilengja okkur. Við setjum stefnuna, þannig að senda inn skriflega spurningar eftir að stefnan samþykkt, þá finnst mér bara ekki alveg ganga upp. Þannig að ég legg bara til að við sem bæjarstjórn fáum bara rými til að spurja og fræðast og fá að koma með okkar áherslur og legg þá bara til þessa tillögu. Sunna Hlín Jóhannsdóttir B-lista leggur til að afgreiðslu stefnunar verði frestað. Í framhaldinu fái bæjarstjórn sérstaka kynningu á stefnunu og aðgerðaáætlun hennar, auk tækifæris til að koma að frekari mótun hennar. En jafnframt þessari tillögu þá ætla ég bara að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Ölfu og það þá bara burtséð frá því hvort að þessi tillöga verði samþykkt eða ekki. Það eru margar jákvæðar endurbætur í stefnunni en þarna eru þættir sem þyrfti að vinna betur að skýra nánar. Ef stefnan og einnig að ná til óformlegri menntunar, svo sem frístundar og félagsmiðstofustarf, mikilvægt að það starf sé skýrt skilgreint með gæða viðmiðum sem byggja forsendum og markmiðum óformlegar menntunar. En markmið og áherslu formlegar og óformlegar menntunar eru mjög ólíkar og eins og stefnan sett fram núna ekki finna skýra aðgerðir sem beina sérstaklega frístundastarfi þrátt fyrir þessi getið í stefnunni. Markmið virðist þessi stað fyrst og fremst vera að styrkja skólastarf með aðkomu sérfræðinga á sviði frístunda, fremur en að efla frístundastarf sem fagstarf. Til að innleiðingin veri heildstæð og nái raunverulega til frístunda og félagsmiðstofustarf þarf hún að innihalda markmið sem næri yfir þann hluta með skýrri verkaskiptingu og tryggja þannig að frístundastarf eigi fastan sex í menntastefnu Akureyrarbæjar. Þá þarf að tryggja mat og eftirfylgd byggi á viðmiðum sem fanga kjarna frístundastarf, svo sem virka þáttöku barna og ungmenna, inngildingu og tengsl, í stað þess að byggja á viðmiðum sem fyrst og fremst sniðin af formlegri menntun. Og ég fór sérstaklega í gegnum menntastefnur á höfuðborgarsvæðinu og ég sé að við erum held ég eina sveitafélagi sem erum að blanda frístunda og félagsmiðstofustarfi inn í menntastefnunar, enda þetta gjör ólík fög og það eru bara sérstefnur fyrir það, en ef við ætlum að samtvinna þetta þá verðum við að vinna miklu nánar og frekar með frístundastarfi. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðra bæjarfulltrúar. Það sem ég kannski átti við áðan, það hefði kannski gaman bara þegar við vorum að leggja loka hönd á þessa menntastefnu. Við getum bara fengið þessa punkta og reynda að bæta þeim inn í sem voru fyrirspurningar í dag, en ég bara tek hugmynd bæjarfulltrúa Sunnu bara vel og hún bara nokkuð góð, þannig að við skulum bara fresta þessu og koma með tillögur. Ég heyrði að bæjarfulltrúa Sindri kom með nokkrar góðar athugasemdir og einnig bæjarfulltrúa Sunna, þannig að við bara skoðum þetta betur og tökum þetta fyrir næst og ég held að það sé mikilvægt að klára þetta og því að við þurfum að fara eftir aðgerðaáætlunni og fara að byrja sem fyrst. Þannig að ég mæli með að taka þennan vinnufund bara sem fyrst. Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar,
Ég legg það nú ekki í vana minn að vera að þakka hér út á söður fyrir ræður, en ég verð nú að gera það núna því að hér hafa verið fluttar óvinnu góða ræður. Hér hafa komið óvinnu góðar athugasemdir frá bæði bæjarfulltrúum Sunnu Hlín og Sindra, sem ég tek undir með bæjarfulltrú Heimi að það vissulega ástæða til að staldra hér við og taka þetta til greina. Mér langar aðeins til að drepa á 2 atriði til að lengja nú enn þessa umræðu sem er þörf. Þetta að fræðingur leggi mat á fræðingur komi að störfum fræðings, ég er ekki viðkvæmur fyrir því. Þetta voru góðar umræður hjá okkur í fræðsluráði meðal annars þetta og það eiginlega ég skal viðurkenna það, við verum að meðhöndla þessa starfstétt af virðingu kennara. Við höfum ekki alltaf gert það. Ég skal taka eitt dæmi það sem mér fannst vera vítavert af okkar hálfu þegar á sínum tíma voru settar upp stimpilklukkur í skólum sem var allt í lagi. Það var allt í lagi að setja upp stimpilklukkur í skólum ef við ætlum að borga eftir þeim. En hins vegar til að setja upp svona græjur til að fylgjast með kennurum beinlínis og neita að borga eftir þeim, að það gengur ekki. Það er virðingarleysi. En að fá fræðing inn í stofu eða hvernig sem við höfum því, að það telli jákvætt, af því ég er svo sem vanur því í mínu starfi að fá til mín alls konar fræðinga sem ég vonast til að fari yfir mín verk, bendi mér á sem þeir gera, annars eru þeir ekki til neins. Og fyrir vikið verð ég betri fræðimaður. Það var minnst á það hér áðan, hvað væri kannski hverju veri ábótavant meðal annars, og ég vil bara bæta því við að því ég hef nú haft það góða tækifæri í vetur að fylgjast með kennara sem hingað kom frá Uppsala og hefur verið að kenna á Siglufirði. Hún hefur látið vel af þeim skóla sem hún er í þar, en bendir á þann stóra mun sem er á hennar skóla í Uppsala, Svíþjóð og hér. Það eru kennslugögn. Hún segir að hér, miðað við það sem hún á að venjast, séu nánast engin kennslugögn. En að öðru leyti er hún mjög ánægð með skólan sem hún starfar í. En ég tek af hjarta undir með bæjarfulltrú Heimi og þakka fyrir þessar góðu athugasemdir og óvenju góðu ræður sem ég hef hlýtt á hér í dag þetta málefni. Takk fyrir. Bæjarfulltrú Jón Hjaltason lokið máli sínu orðaði laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrú Hlínu Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það hefði nú verið gott ef að fólk hefði verið með þessar athugasemdir áður en þetta kom inn hérna til bæjarstjórnar til samþykktar í þessari vinnu. Mér finnst eins og að minnihlutin hafi hreinlega bara ekki átt fulltrúa í þessari vinnu með hvað kemur fram hérna núna í dag. Og ef svo þá er það bara mjög slæmt og vonandi verður bætt úr því. En ef að þau hafa átt fulltrúað þannig inni, þá hefði nú verið hæg heimatökin að tala saman og bæta þetta áður en þetta kom hingað til samþykktar. En ég er ekkert að setja mig upp á móti því að þetta fari aftur í einhverja vinnslu, en vinnubröðin eru mjög skrítin ef að fólk hefur átt hana fulltrúa inni. Takk. Það er bæjarfulltrú Hlínu Jóhannsson lokið máli sínu orðaði laust. Það sem fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs, þeim sem geta, ég að lesa upp tillögu Sunnu, bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar, sem hljóða svo: ég legg til að afgreiðslu stefnunnar verði frestað, í framhaldi fái bæjarstjórn sérstaka kynningu á stefnunni og aðgerðaáætlun hennar, auk tækifæris til þess að koma að frekari mótuninnar þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það eru öll, þannig að málin er þá frestað. Svo var bæjarfulltrúi Sunnu búin að lesa upp bókunina, já. Þú óskar líka eftir að fá að bóka. Ætli ég að gefa þér bara orðið. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson tekur til máls. Já, ágæti forseti og aðri góði bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta tækifæri forseti til að gefa reynslu litlum bæjarfulltrúa tækifæri hérna og gera grein fyrir bókuninni.
en hún er svo hljóðandi. Menntastefna sem hér er lögð fram er allra góðra gjaldaverð. En þrátt fyrir háfleg markmið og metnaðarfulla framtíðarsýn sakna ég þess að stefnan takist á við grunnþætti í námi á borði læsi barna, ólíka stöðu drengja og stúlkna innan skólakerfisins, ásamt því að litla sem enga umfjöllun er að finna hvernig bæta á starfsaðstöðu kennara. Það er því fagnaðarefni að bæjarstjórn fallist á að staldra ögn við og gefa meira svigrúm til að rýna stefnudraugin með umræðunni sem framfór í bæjarstjórn í dag að leiðarljósi. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sinni og þá segi ég þessu umræðum þannig lið lokið.